Ég heiti sem Halldór Jörgensson, ég framkvæmdastjóri hjá Microsoft á Íslandi og ég ætlaði að reyna að gefa smá yfirlit yfir Office 365. Og kannski við kíkjum á, veitum við, það breytist nú eitthvað valkostinir. Þetta eru svona ákveði valkostir sem við sáum að að þetta svona vöru valkostinir sem við erum með í bæði í skýi og líka í þar segja innanhúsrekstri. Og ef við tökum aðeins skrifið tilbaka, við sáum það að við erum með Office í webnum, við erum með Office líka innanhús og svo þetta alveg út í þróunar umhverfi okkar sem er Windows Azure og það eru samskipti, það er alls konar það er meðal annars ERP-kerfin okkar, CRM og annað sem er til í cloudinu. En flest okkar þekkjum það að þegar tölvupóstur kom á sínum tíma að þá settum við spurningum já, tölvupóstur, þetta var svona sniðugt að hafa þetta, en við vorum ennþá náttúrulega að senda bréfpóst. Og hversu mörg okkar litu á bréfpóst sem samt aðalatriði sem við myndum senda áfram og tölvupósturinn væri svona smá viðbót við það. Og ég held að sum okkar hafa kannski hugsað þannig, ég sá tölvupóst bara mjög sniðugan hlut, það var að senda svona skilaboð og fá eitthvað tilbaka og það er allt mjög gott, en eins og þetta í dag, það eru flest okkar samskipti í gegnum tölvupóst. Myndu ekki segja það, svona sammála því. En þá getum við hugsað kannski á þróuninu sem varð á þessum við kvöldum sníklapóst eða snailmail. Að hér í gamla daga þá má segja það að við vorum með póstþjónustu. En reyndar var það einu sinni að menn sendu bara sendibúða á milli staða. Og ef við værum með kerfi í dag þar sem hvert einasta fyrirtæki væri með sinn sendibúða og sína eigin póstflokkun og sína eigin póstdreifingu, að þá væri þetta rosaleg flækja sko. En auðvitað var það þannig að þegar sendibúðanir fóruð milli kóngana eða höfðingjarnir í gamla daga að þá var ekkert sérstaklega gaman að senda slæma fréttir og stifilegt skotin á staðnum. Og þetta er sem við gerðum svona smá saman yfir tíma að við allt í henni finnum upp þessa póstþjónustu og smá saman og það fyrir við að treysta þessari póstþjónustu. Þegar við setjum bréf í póst og sendum það með frímerki og svoleiðis, við getum líka sett það í ábyrgðarpóst, þá er ekkert okkur að hugsa, er þessi póstur að rata á réttan stað? Á ég að treysta póstinu fyrir að senda póstinu minn? Og hvers vegna er það að við rekum ekki okkar eigin póstþjónustu fyrir bréfpóst? Hvers vegna gerum við það ekki í dag? Ástæðan fyrir því að það er ekki kjarnastarfsemi fyrirtækisins að reka venjulegan bréfpóstakerfi eða bréfpóstasendingar. Og þróunin sem er að eiga sér stað varðandi tölvupóst og önnur samskipti í tölvugeiranum er nákvæmlega svo sama. Við erum ekkert að fara að flytja okkur, þetta er bara eðlileg þróun. Það er í fæstum tilfellum okkar kjarnastarfsemi að reka tölvupóstkerfi. Hvað er margir sem reka tölvupóstþjón innanhús hjá sér í dag? Einhver sem að vera. Það er heil hellingur. Hver margir hérna inni myndi segja að tölvupóstur væri kjarnastarfsemi fyrirtækisins? Það er allavega einn. Það getur verið út með svoleiðis fyrirtæki. En ef þú ert framleiðslu fyrirtæki eða fyrirtæki sem er í einhver annarri þjónustu, ég veit ekki hvað að vera, þá er yfirleitt kjarnastarfsemi einhver önnur en að reka tölvupóstkerfi. Þannig að þess vegna er það mjög áhugasamt að skoða hvað þau að gera við þessi tölvupóstkerfi, en ekki bara þau, heldur líka samskiptakerfin. Hvernig samskipti við eigum á milli fólks. Og við getum hugsað okkur í breiðara samhengi hvað í upplýsingatækninni í dag til raun og ekki kjarnastarfsemi fyrirtækis, en er raun og eitthvað sem gæti verið nýtt í gegnum þjónustu. Og við lítum á þannig að það sem kallað er cloud eða ský, að það sé framtíðarlausnin sem að tölvupóst, tölvusamskipta umhverfi munum smá saman færast. Og það ferðalag er hafið, það eru þegar nokkuð sem eru komnir að staði í þessu og það mun bara aukast. Og það verður gaman að sjá hvernig þetta verður hérna þessum sal eftir svona 5 ár. Hversu margar hendur reka ennþá tölvupóstkerfi innanhús hjá sér. En kíkjum aðeins á Office 365
og mismundi áhuga fólks á því að vera með tölvupóstkerfi. Nú þarna einstaklingur sem segir að póststjórnin sé að fara að nálgast endurnýjun og of mikil niður í tími. Og það náttúrulega dæmi það að þú þarft að reka pósttjón, þú þarft að vera með pósttjón innanhús hjá þér og ef þú ert með þetta innanhús þá þarft að hafa áhyggjur af því. Ef þú ert með þetta í skýinu þá þarft ekki að hafa áhyggjur af því. Það er séð það í skýinu. Það þarf að kaupa nýjan pósttjón. Allt og mikið af tími og starfsfólkinu fyrir að viðhalda einhverju sem í raun og veru hversdagsleg störf. Hversdagsleg störf ekki sérstaklega góð fjárfesting í tíma, ekki sérstaklega góð fjárfesting og ekki sérstaklega góð nýting á hæfu fólki. Hversdagsleg upplýsingatæknistörf, því miður. Við reyndar þannig að í upplýsingatækninni frekar skortur á fólki og það mjög slæmt fyrir okkur, bara sem Ísland, að binda mikið af vinnuöfli sem vel menntað vinnuöfl í einhvers konar hversdagslegum störfum sem tengist upplýsingatækni. Það er betra að þetta sé bara einhvers annar staðar. Þannig að þetta fólk getur einbeitt sér að kjarnastarfseminni og getur einbeitt sér líka að því að vera með meiri virðisaukandi starf í raun og veru. Það er líka meiri starfsuppfylling. Síðan finnum við einhver annar. Þessi hefur áhuga á Office 365. Hann hefur áhyggjur af því að hann geti mista af upplýsingum frá fólk sem á ferðinni. Nú það þannig með skýið að fólk sem á ferðinni hefur jafn mikið og jafn góðan aðgang að skýinu og að tölvupóstkerfinu og að samskiptakerfinu og eins og þeir sem innanhús. Þetta ekki bundið við það að fólk þurfa að vera innanhús á skrifstofunni til þess að afgreiða tölvupósta eða til þess að nýta sér þann búnað sem kemur með skýinu. Og sumir hafa ekki aðgang að kerfunum, það þarf að fara einhverja VPN-tengingar og svo framvegis. Þannig að sérstaklega ef menn eru dreifðir, þá mjög vont að vera, ef ég dreifður á 5 stöðum, ef ég stórt fyrirtæki, ef ég í 5 löndum, þá mjög erfitt fyrir mig að ákveða hvað á ég nú að vera með, á ég að vera með server á hverju stað, eða hvað ég að gera. Þess vegna kannski fyrirtæki svo Atlanta sem að Nýherji hefur staðið sér sérstaklega vel með, að þeir með starfsstöðvar víða heim og þeir hafa ákveðið það. Það langt best fyrir okkur að vera bara með þetta í skýinu, en þess að kostnar að því að reyna að reka þetta og svo fara þeir í verkefni einhvers staðar annar staðar en í Dubai, kannski í Afríku og svo framvegis. Þeir geta ekki verið að flytja einhvern tölvupósttjón eða reyna að ná samband við tölvupósttjón sem á Íslandi. Okkar tölvupósttjón þjótt fyrir Evrópu í skýinu, hann í Dublin á Írlandi og bara mjög vel staðfestur gagnvart Íslandi. Og síðan hér enn og annar og hann akkurat með þetta vandamál að hann mikla dreifða starfsemi. Þannig að þetta gott fyrir dreifða starfsemi, þetta gott fyrir að leysa fyrirtæki undan því að starfsfólk sé að eyða tíma í hversdagsleg störf í upplýsingatækni og þetta gott að því leytinu til að fólk þarf ekki að reka þetta innanhús, fólk þarf ekki að vera að uppfæra þetta sjálf, fólk þarf ekki að ágjöra því. Þetta þjónusta sem keypt úr skýinu og hún virkar nákvæmlega eins og þetta væri rekið innanhús, bara með minni kostnaði. Nú, síðan ef við kíkjum á það sem í Office 365, að þá þetta ekki bara tölvupóstur. Heldur hægt að hafa til dæmis eins og allan Office pakkan í áskrift eða í gegnum skýið. Það Exchange server í skýinu, það SharePoint, skráadeili og raun og veru svona portalsvæði í skýinu og það þetta Link Online sem við erum talað seinna líka í skýinu. Link okkar samskiptalausn og okkar topplausn í Link, hún gerir það verkum að menn geti í raun og veru í skýinu haft líka sem þetta raun og veru símasamskipti. Það væri hægt að minnka notkun á símstöðum og það okkar topp í raun og veru vara. Kíkjum aðeins nánar á það að það í raun og veru styður Office 365 mismunandi hluta starfsema. Nú eitt af því sem að menn hafa kannski sagt, en ef ég með Exchange og svo ég með Office og það ekkert allir að nota þetta. Þessi að nota Excel og þessi þarf bara aðgang á tölvupósti og hann þarf ekki að vera með Office pakkan og eitthvað svona bla 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 bla. Og raun og veru vorum við í Microsoft að selja og markasetja svona 2 heildarlausnir. Við vorum svona 2 helstu vörunúmer. Það var eitthvað sem heit Core Call og eitt sem heit eitthvað Enterprise Call eða Plus Call og þetta bjóð það annars vegar upp á það að vera með Exchange Post og Outlook og Office og síðan eftir Exchange Post, Outlook, Office og samskiptabúnaðinn. En
þegar við förum í Office 365 að þá erum við búin að búta þetta upp yfir að minnstakosti svona 6 mismunandi vörur. Af hverju erum við búin að búta þetta upp í 6 mismunandi vörur? Það vegna þess að það hentar betur. Við erum búin að búa til fjölbreyttara úrval þannig að viðskiptavinir geta stillt betur af hvaða notandi á að hafa hvaða uppsetningu. Til dæmis ef það sko fólk sem vinnur í verksmiðjustörfum einhvers konar innan fyrirtækja, það er kannski ekki með tölvupóst í dag, en það getur fengið svona kioskvorker aðgang og þá er það með aðgang að helstu skráað deilisvæðum, SharePoint, það er með aðgang að vefpóstinum, þannig að það er með sitt eigið póstfang, en það er mjög ódýrt að setja það upp fyrir í raun og veru svona, ég vil kalla það starfsmannaplani, ég veit ekki hvort það sé gott orð, en það hefur verið notað hérna í skemmti í þáttum, en starfsmannaplanin, hann getur haft aðgang að starfsmannahandbókinni, út af því hún er á SharePoint, og hann getur haft aðgang að tölvupóstinum og fengið tölvupóst eins og hver annar starfsmaður sem er í fyrirtækinu og fær þá upplýsingar árshátíðin og annað slíkt. Og ég raun og veru lengst til vinstri að sjáu að þarna er svona kiosk worker offer, það eru 500 megabæta mailbox, Outlook veð aðgangur, pop support, messaging, calendars, contacts, forefront, það er í raun og veru vírusvörnin inni, það er SharePointin og möguleiki til að leita á vefnum fyrir utan Office apps. Svo ef við förum akkurat yfir í hina línuna, þar sem við erum með svona information worker, það er kannski meira inn á skrifstofunni, meira að vinna með tölvunar, að það er eftir komið miklu starra mailbox, miklu starra SharePoint og ýmiss konar aðra möguleika eins og link sem við talað hérna eftir. Office Professional Plus, þannig að það fullur Office pakki á móti Office Web Apps. Kíkjum aðeins á þetta, lítum aðeins á plönin sjálf, bara svona til að útskýra hvernig við stillum þessu upp og hvað er innifælið. Hérna sjáum við plönin, þessi kioskplön eru 2, það er 1 K1 plan og þá K2 plan. Minnsta planið K1, þá er SharePoint, online, kiosk og Exchange online. Það er póstur með vegagangi og það er aðgangur að SharePoint síðu fyrirtækisins. Þannig að þú getur flett upp og sé alla fréttir. Nú, ef þú fyrir K2, þá ertu með það, pluss að þið eru með í raun og veru Office Web Apps. Það eru vefútgáfuna af Office og ég meina, auðveldast aðferðin til að útskýra það, ef þið þekki Google Docs, þá er það náttúrulega bara einhvers konar vefútgáfa af Office eða pakkanum og þetta er bara okkar sambarilega vefútgáfa Office, nema þetta er fullt Office í vefútgáfu. Þannig að þetta er alveg sambarlegt við Google Docs á þýlitinu til, eitt og sér. Já, hægra menn geti sagt líka. Þar erum við aftur komið með E-fjölskylduna og þar byrjum við í E1 plan og þar erum við með instant messaging, við erum með fjarfundamöguleika, við erum með tölvupóst og svo framvegis, vírusvörnunar og við erum með svona collaboration portal og það er þetta minnsta plan hérna E1. Síðan í E2 þá bætust við Office Web Apps, það er það bara Excel og Word og svoleiðis í vefútgáfu. Algengasta planið sem fyrirtæki eru að velja í dag eru E3 plan. Þar er komin viðbót við þetta. Það er allur Office Professional Plus pakki sem kemur þar inn. Hann er raun og veru, er Office pakkin þá alltaf up to date. Þegar bakendinn breytist, þá breytist hann er uppfærið fyrir ykkur. Þegar ný útgáfa kemur Office, þá fengjum við nýja útgáfa Office og í E4 planinu þar bætum við Voice. Þar að segja þá getum við gert þetta og tekið yfir í raun og veru símkerfis hlutverk líka. Þannig að fjölbreytnin er mikil og það hentar ekki það sama öllum og þess vegna höfum við ákveðið að vera með þetta í, ég sagði 6 mismunandi svona plönum fyrir fyrirtæki. Þetta plan hérna heitir P1 plan, þetta er sérstaklega plan sem er búið til fyrir smærri og millistór fyrirtæki. Það er að segja, þetta er hentugt fyrir 1 til 25 notendur, það geta verið alltaf í 50 notendur. Það eru ótrúlega mörg íslensk fyrirtæki sem eru 50 og færri, hvað sem er, þannig að gæti henda þeim. En þetta hefur ákveðnar takmarkanir, en inniheldur
Exchange serverinn, SharePoint Online, Link Online og Office Web Apps. Í raun og veru ekki þannig inni Office Professional Plus pakkin sem hægt að keyra á venjulegum tölvum. Og þetta ódýr og góðlaust fyrir smærri fyrirtæki sem við bjóðum upp á. Nú, hvað fleira? Við erum líka með einstakar vörur sem við getum selt út úr þessu. Ef fólk hefur áhuga á að kaupa Exchange Online sérstaklega, þá það fáanlegt. Ef fólk hefur áhuga að kaupa Office Professional Plus í gegnum cloudið, þá það fáanlegt líka. Link og SharePoint að sama skapi. Þannig að í raun og veru fjölbreytnin í því hvernig maður setur þetta sama töluvert mikil og aðal galdurinn fyrir fyrirtæki þá raun og veru að hugsa sér svona hvað þurfum við og hverjir þurfa hvað, hvernig setjum við saman plan fyrir okkar fyrirtæki sem hentar, það þá ekki of dýrt og ekki of lítið, þannig að passi. Þetta ekki svona all or nothing, þetta bara svona skrattara sniðið eftir þörfum viðskiptavina. Við tölum fyrsta flokks framleiðni. Í raun og veru tölvan yfirleitt alltaf uppfærð. Við erum með möguleika á því að náttúrulega dreifa þessu út í síma, hvort sem það eru Windows símar eða iPhone símar og við erum að bæta við líka stuðning við ýmiss konar spjaldtölvur, meðal annars iPad spjaldtölvur og Android spjaldtölvur, ekki best veit. Þannig að okkar stefna raun og veru svo að þó að við séum framleiðendur af stýrikerfi sem heitir Windows og svo framvegis, að þá gera okkur grein fyrir því að það fullt af notendur sem vilja nota eitthvað annað, en Office 365 alltaf styðja bara þau tæki sem eru algengustu tæki sem fólk notar í dag. Símar, spjaldtölvur, PSar, Apple tölvur eða hvað sem Einn góðum kostunum við þessu það að þessi vafra útgáfa, við höfum kannski ekki reynt það sérstaklega, en þegar menn að vinna í Office Web Apps og segjum að ég sé með síman minn kannski, þetta Nokia Lumia 800 sem kemur til með að hitta götunar næsta föstudag, ekki morgun, þetta eftir viku og það verður spennandi að fylgjast með því. Ég get opnað skjal og byrja að vinna í skjali eða fara yfir skjali. Vinur minn sem stattur á flugvelli eða samstarfsmaður minn flugvelli, hann getur farið í vefaðganginn og hann getur verið að vinna í sama skjali og svo einhver á skrifstofunni, hann getur að vinna í þriðja skjalinu. Ég sé hvar þessir aðilar að vinna í skjalinu. Við erum með þessar presensupplýsingar sem sýnir hver að vinna og við getum allir þrír eða all þrjú, ég og starfsmenninni tveiri sem eru stattir þá á öðrum stöðum, hvað sem í heiminum, unnið í sama skjalinu. Þannig að það mjög mikilvægt. Við sjáum það nú eftir í smá dæmi. Nú við tölum um aukna snerpu út af því að við reyndar með 99,9% service level agreement á þessu, á uppitíma. Við rekum cloudið okkar eftir alþjóðlegum öryggisstöðlum, þannig að það minni líkur á því að það fari niður heldur en raunveru innanhúsreikinkerfi og svo erum við með gagnaver í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu og það kemur tilkynning núna á morgun held ég það sé að vera að stækka gagnaveri í Dublin vegna þess að það bara aukin eftirspurn og við sjáum fram á eftirspurnin næstu 2-3 árin sé það mikil að það verður að bæta þar við gagnaverið. Það hægt að hafa blandaðar lausnir. Þetta heldur ekki spurningu það þarf ég að vera með allt í skýinu eða þarf ég á ég að velja allt innanhús eða allt utanhús. Fyrir smærri fyrirtæki raunveru ekkit sérstaklega mörg rök fyrir því að reka eitthvað innanhús. Fyrir stærri fyrirtæki að þá þetta að vera í blandaðri lausn. Ég get til dæmis sagt að já, fyrstum sinn þá vilja þeir sem eru að vinna kannski í fjárhagsbókhaldinu og þeir sem eru svona mest að vinna með Office og svoleiðis, ég vil hafa það innanhúslausn. En ég myndi vilja hafa alla aðra starfsmenn, sölumenn eða flugmenn eða flugfreyjur eitthvað svoleiðis, ég vilja hafa það í skýinu. Það hægt? Svarið já, það hægt.
Það mikill sveigjanleiki í að flytja verkferli, að í raun og veru flytja þeim smá saman. Þú þarft ekki að flytja öll verkferli í einu. Þú getur valið verkferlin sem henta best hverju sinni. Það mjög mikill sveigjanleiki í flutningi notenda, fram og tilbaka, upp í cloudið eða þá tilbaka aftur, ef hentar ekki. Og allt þetta að gera þetta á einum leyfissamningi. Þannig að það mikill sveigjanleiki fyrir stærri fyrirtæki sérstaklega, sem þurfa að reka blandaða lausn í Office 365. Já, hérna svona verið að tala þetta nú hálfþýðarglæður, stafsökundur á því, en hérna verið að tala í raunu ýmsa hluti eins og co-authoring, þar sem ég var að nefna áðan, þar sem margir að vinna í skjalinu hverjum tíma. Hérna verið að benda á það, sést illa. Hérna sést að einhver að skrifa í skjalið og einhver annar að skrifa í skjalið og einn grænn og einn rauður, annar busy en hinn frekar frjáls, hann sennilega bara að skoða skjalið. Þannig að þetta svona presence upplýsingar. Online meeting, það þetta náttúrulega að skella upp fjarfundi með bara fárra sekúndu að mínútna fyrirvara og það þetta að deila náttúrulega upplýsingum desktopin. Það þetta að deila upplýsingum skjölum, það þetta að setja upp stóra fjarfundi, fleiri hundruð manna fjarfundi og þetta mjög gott því að þetta ger það verkum að mörguleiti að ef maður hugsar vinnudag starfsmanns að ef hann á innanhúsfundum allan daginn eitthvað svoleiðis þá þarf hann ekkert endilega að vera á skrifstofunni hann getur þess vegna bara að vera heima á börnunum og vera á innanhúsfjarfundum og fengir kaffi heima á sér en ekki í vinnunni Þannig að við líka séð að þróunin svo að þeir sem hafa farið út í Office 365 og eru að skoða hvernig að breytast umhverfi, að með því að gefa fólki tækifæri á því að vinna hvar sem hvenær sem að fermetraplassi sem þurfa fyrir starfsmanna að minnka. Það út af því að það bara svo margir sem að geta nýtt sér þann möguleika og þá eru menn komnir með kannski bara svona hotdesk í vinnunni þar sem að starfsmenn sem eru af og til inni á skrifstofu geta nýtt sér þá aðstöðu. Það þarna þannig í Microsoft skrifstofunni í Hollandi. Það eru bara hotdesk. Það engin með fast skrifborðar. Og það getur hver sem farið þangað inn og unnið þar. Og það algjörlega gagnsætt. Eina sem þú veist eina leiðin til að vita hvað einstaklingurinn að vita á hvaða þráðlausa netpunkt hann þá sirka bót hvað hann En það mjög skemmtilegur staður. Og það ýmislegt annað, tímið minn fer nú fljótlega að vera búinn en ég auðvelt að deila skjölum og svo framvegis og þetta mjög líkt Office umhverfinu í alla staði. Síðan kemur, þetta aðgangurinn hvað sem og það náttúrulega, við erum ekki að binda okkur niður eina tegund af vöfrum, við reynum að láta ganga með eins mörgum vöfrum og menn hafa, ég reyndar ekki með Chrome vafaran þarna núna en það kannski bara tilvílun. Deila skjölum, þarf að gera það úr símanum er þetta að hafa aðgangað SharePoint síðum, úr símanum er þetta að hafa aðgangað í raun og veru öllum skjölum. Ég ætla að sýni það kannski betur og eftir. Þetta Outlook web app sem ég talaði áðan. Þetta í raun og veru Excel, Word, Outlook, Link, PowerPoint og OneNote og það lítur bara svona út. Það orðið ótrúlega líkt í raun og veru útgáfunum sem á PS12-unum og hægt að stilla á íslensku bara strax frá fyrsta degi. Office 365 styður það líka í notkuninni. Og síðan erum við kannski með svona einmitt dæmi það hvernig hlutinni myndi virka á símanum. Ef ég að virka á símanum þá þetta bara fletta upp á SharePoint síðunum, fara inn í einhverju kynningu, leita einhverju skjali, always keep offline, ýmislegt sem þetta að gera, breyta eintökunum og hann bara að vera menn að lesa, þetta ágætt, ég ger þetta þá bara þegar ég á flugvellinum eða þegar ég í einhver starf annar staðar. En þetta svona létt dæmi það hvernig menn geta unnið með Office skjöl þegar þeir eru á ferðinni. Lausnin sem sagt fáanleg hjá okkur, Office Professional Plus pakkin sem kemur meðal annars í Office 365 sem sagt full útgáfa Office pakkanum.
leyfin sem eru með Office Pro Plus pakkanum gera það verkum að notandinn getur sett hann upp á 5 tölvum. Þess að ef ég er stundum að vinna heima frá mér, þá hef ég leyfi til að setja þetta upp á heimatölvunum minni og ég hef sama aðgang og ég er með vinnunni, að tölvupóstinum og Office pakkanum. Ég líka sett þetta upp á, ég hef 5 tölvur sem ég get sett þetta upp á. Það er innifælið í leyfinu sem gera verkum að ég þarf kannski ekki endilega að taka fartölvuna eða, ef ég er með borðtölvu í vinnunni, þá er ég með borðtölvu í vinnunni, svo á ég tölvu heima og ég á tölvu heima, þá get ég sett Office Pro Plus pakkan upp, ég þarf látið tengjast við cloudið og ég er bara að vinna þar eins og ég var að vinna í vinnunni. Og ef ég er með fartölvu, þá get ég náttúrulega tekið hana líka úr og farið með hana og sett hana í tösku eða tekið hana upp, en ég get líka sleppt í. Ef ég er bara með einhver desktop heima eða eitthvað annað heima, þá er það óskup þægilega. Ég vil alveg hættur að opna fartölvuna mér, eða opna hana tiltölulega lítið heima mér núna. Ég er bara með þetta sett upp á tölvu heima ef ég vil gera eitthvað. Eða þá ég er bara með þetta í símanum. Þannig að það er tiltölulega, sveigjanleikinn og hvernig fólk vinnur með þetta fer náttúrulega eftir því hvað hentar fólki hverju sinni. Og þá er ég eiginlega bara komin á endanum held ég á nokkuð góðum tíma. Ég fekk hvorki viðvörunarljós né annað, það er ekki rétt hjá mér.